að helgispjalli hérna á samstöðunni. Við höfum það á laugardagsmorgnum, kallað helgispjall, fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í sem að er víst hollt. Og hingað kominn Sigfinnur Þorleifsson, fyrrum sjúkrahúsprestur, segir það? Rétt, já. En ekki fyrrum prestur, þú ert alltaf prestur. Það er víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér það er tekið af manni, sko. Þið þurfum ekki eftir 70 að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf? Nei, það er ekki verið. Nei. Það er kannski helst læknarnir sem þurfa að gera það. Já. Og sinnir ekki einhverjum smá presskap? Kemur fyrir svona Skýrir eitt og eitt barn? Já, og kannski jarða meira heldur en skýri en þetta er svona smátt og smátt bara verður fjarar út. Og kanntu við það? Já, ég bara var ákaflega glaður með það þegar ég lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla. Já. Og við góða heilsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinnu. Já, þannig að það ekki fegin að vera laus. Nei, bara ég hafði áhugað að gera aðra hluti og settist svona á skólabekk eftir það. Fagnaði nýjum kafla í lífinu. Já, ég gerði það og ég og konan gerði það í sameiningu. Hvað fórstu að læra? Við fórum að læra að rækta skó, skófræði og ég sagði einhvern tíma að ég stemdi að útskrift því svona ef ég næði að vera áttræður en líklega stærri útskrift það núna. Við fórum í 3 daga svona ferðalag núna fyrir skömmu til þess að fagna því sem höfum farið í þetta nám, grænir skóar. Og hvað ertu þá, skófræðingur? Nei, það er ekki, en það er svona einhver diplóma sem fylgir en fyrst og næst var maður bara að finna út úr hvað maður geti bætt sig og öll skórækt er meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að því að vera með fólki sem búið að fást við þetta. Af hverju segir það þessi tilraunastarfsemi? Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalast meiri þekking og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem er ofan í jörðinni. Það er til dæmis meiri áhersla á það heldur en var að huga að jarðveginum og öllu því lífríki sem þar er. Sem getur lagt manni lið. Já, það er góða við tréð, það sprettur meðan maður sefur. Þú hefur líklega verið að rækta skó áður og þú fórst í námið, eða hvað? Sko, það má segja að áhuginn hafi sprottið í gegnum konuna mínir sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga á skógrækt og pabbinn var mikill skógræktarmaður og við vorum svona svolítið í kringum það. Guðmundalundi. Já. Guðmundalundi hérna í Kópavogi, já. Og þar segir maður ekki hérna upp frá? Upp í Varsenda. Já. Og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plöntum sem við fluttum austur þar sem við bjöggum og byrjuðum að rækta í kringum okkur þar og seinna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjarhreppi og Skeiðum þá fengum við svona hektara land sem við settum okkur niður og ræktuðum þar og svo liðu árin og þegar við hættum störfum þá vorum búin að eignast meira land þarna fyrir austan og hófum sem sé skipulaða skógrækt fyrir svona 10 árum síðan. Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona, kannski sálinni í okkur. Ég heiti Mannundaginn sem að vildi segja mig það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu
Að fara og faðma tré. Faðma tré, já. Nú, þú veit þetta líka. Ég hef heyrt það, en já, það er ákaflega heiland að vera út í náttúrunni. Já. Og það þekkjum við kannski flest. Út í góða loftinu. Bara út í góða loftinu og vind í buksunar eins og eitthvað sagði. Já, og andað sér ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni, heilari ritningu, að það eru náttúrumyndir. Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og Jobsbók sem kannski þetta fólk sem var líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbörnin. Já, það ég held að maður horfir bara á söguna í víðu samhengi, þá er þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir og spillist. Já, ég meina það er má segja að við höfum alltaf þessa löngun held ég til þess að hverfa aftur til náttúrunnar sko. En þetta hefur samfélag hvar sem það er sína kost og sína galla. Jobsbók sem er miklu dálítið hjá mér, þar er til dæmis í 14. kafla talað tréð þegar við að tala vonina. Og það er yndisleg setting sem ég svona hefur rótfest í mér. Eitt tré það vonar og ég held að það sé það sem að svona einhvern tímann Lúther spurði að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðasta ævidag. Ég myndi gróðsetja tré saman og ég held að það sé þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður er farin líka. Þannig að það er eitt og þetta að vera út í náttúrun annað, en þetta að faðma tré, það er eitthvað aðeins eins og að tréð búi yfir einhverju sem að gæti heilað okkur. Já. Er það ekki? Jú. Og heldur það að svo sé? Já, ég held það. Ég er hugsað til Snorra Hjartarsonar. Það er ljóð sem að heitir Laun helgar trjánna. Og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjánna og vaksa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvilltra manna. Ég held að þetta sé bara svona að við þurfum öll á þessari tengingu að halda til þess að bara að vaksa og dafna sem manneskjur. En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér er svona eins og sé hugmyndum að mannfélagið sé slítandi og erfitt. Já, það er svolítið leiðilegt að svo sé. Já, ég held að sko þú talar vindstrengi hérna við mig áðan og ég held að við þurfum öll á einhverju skjóla að halda til þess að halda út á vit þessara veraldar sko, það sem að gengur á ýmsu. Bæði góðu og slæmu, en þannig að þetta er kannski kjarninu í öllu helgihaldi til að mynda að það er að búa til svona og messa safe space messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundum við altarið, heldur að fara út meðal manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið í sátt við sjálfan sig og Guð og menn. Óbind kannski svo kvildadagurinn, það er ekki allir þess að við séum alltaf á honum. Þetta höfum við hann til þess að geta starfað þess á milli. Þess á milli, já, það er árétt. Já. En trén eru svolítið með skjólið. Já. Annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn og haggast ekki. Já. Sem að er kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn, ekki láta þau beygja sig eða ekki. Jú. En svo kunnaði annað að þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn. Já, og tala saman jafnvel. Nú, er það? Já. Og hvernig þá?
það eru svona rannsóknir sem benda til þess að tré sendi skilaboð sín á milli og ég hef séð tré í sorg þegar það misti tréð við hliðina á sér og lengi að jafna sig. Og svo sorg getur borist til annarra trjáa? Já, það er ýmislegt sem gerist, held ég, í þessu lífkerfi sem við kannski þekkjum ekki til fullnustu, en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það og hef það frá konu minni sem er nú örverufræðingur að bakteríur tala saman. Já. Þannig að tréð er ekki eitt. Nei. Heldur er tréð hluti af samfélagi. Hluti af samfélagi. Alveg svo við erum. Já. Og kannski stæðsti hluti af trénu eru samskipti þess við önnur tré. Já. Eitthvað svoleiðis. Já. Og þangað leita fuglar heiminsins og finna skjól og það er svo margt sem vaks í skjóli trjána og ég held að... Og trén finn ekki þetta því, sko, þau eru ekki svona slá fuglunum að greininni. Nei, þau finn ekki þetta því, þau vingast við okkur og ef við erum vingustu þau. En ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum trjám að gæta þess að þau fái sem best skjól og tæki ekki allt útsýni frá manni. Það er ekki sama hvað maður setur tré. Mamma talaði mikið þetta útsýnið og víðsýnið. Víðsýnið, já. En ég fannst það alveg sorglegt að vera að keyra mörg lönd Evrópu. Já. Það sæist ekki nokkuð skapað þetta fyrir þessum bölvuðu trjám. Akkurat. Það er ekki allir sem fara upp á Kambabrúna, það er mikið útsýni. Nei, endalaust. Og endalaust. Ég held að það sé óvíða í veröldinni, sko. Eins og augað þitt getur numið. Já. Ef við búum á Íslandi, og ég er svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að þurfa að vera svona næstuð í 1,5 metr í þvermál til þess að það geti huggað mig. Já. Og við eigum bara ekkert svoleiðis tré. Já, þeim fjölgar en það er ekki svona svert. Nei, en svo er þetta umfafið með eitthvað sem er miklu, miklu minna. Já, og svo eigum við náttúrulega... Og það smá að skipti máli. Svo eigum við grenitré, það er erfitt að faðma þau. Já, þau verja sér svolítið. Já, og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur þú skoðanir á því innflutt tré og... Ég er talsmaður fjölbreytileikans. Já, og ég allt sem vil vaksa hér, það allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko. Og líka það sem er óvelkomið í augum margra. Gæti þið fengið til að tala vel lúpínuna? Já, ég er jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum. En hún virði það ekki alveg, það er erfitt að segja henni. Já. Hún vil fara alls staðar. Það er sem að vindinn, hann blæs hvað hann veit, sko. Já. Herðu, Sigfríður, þetta ég huga að fara bara svolítið aftur ef það er ein spurning sem ég spyr fólk alltaf að hvenær manstu fyrst eftir þér? Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður á æfina að ég muni margt en ekki allt í réttur í röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því að mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og sann að systir mín eldri fór með mig í Kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 20 ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskotsstund og mér fannst ég vera einn í heiminn og verða ofsa hræddur og ég man þetta og ég held að sko óttin er sterk tilfinning og óttin var nú dálítill förnutu minn lengi vel. Nú? Já, ég var svona held ég að verið kvíðið barn og óöruggt og ég lét kannski ekki mikið á því bera en mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn, það voru mikil veikind og... Það voru ástæð fyrir kvíðanum? Já, en kvíðin er þannig, það er kannski að maður kvíðir kvíðanum, maður er svo erfitt að setja orð á kvíðan. Man getur sett orð á allt mögulegt. Hann er svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vaknar. Hann er aldrei eins og sjálfstæð skepna.
og hérna ég man það eiginlega alveg þegar þú talar minningar, ég man eiginlega alveg hvenær ég hætti að svitna í lófunum sko. Og líka minn segir allt mögulegt sko á það sem að hafi orðið á því. Og ég var... Það er gerðar svona mælingar þar sem að þú farið að sjá svona myndir og eitt af því sem er mælt til þess að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum. Því að þau eru, ég las það einhvers staðar að þú svitnar ef þú sér öskrandi ljón að það stökkva þig, en mest svitnar ef þú sér mynda mömmu. Af því að hún er eiginlega það sem hefur mest áhrif á taugakerfið. Akkúrat. Og það er þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki á fyrir með auknum þroska. Og getur þá kannski svolítið farið að skoða hvað það er sem veldur sko. Og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemist þaðar og átti sig á því hvers vegna er ég hér eða hvað. Er þetta alltaf, á þetta alltaf að rætur að rekja til einhverja atburða eða aðstæðna eða eitthvað slíkt? Stundum, ég man, það var sagt sum að hann var svolítið með taugakerfið utan á sér. Sumir eru bara viðkvæmari með einhverjum hætti, eru bara öðruvísi uppbyggðir. Við erum ekki eins. Nei, bara eins og gróðurinn. Og sum fæðast bara viðkvæm og svolítið svona tifandi. Hvað, er það þannig eða er það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu? Ég held að sko, til þess að taka ábyrgð á sjálfum sér þá er maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr og þá er ágætt að gera sér grein fyrir, eins og ég segi, hvað þau eru á daga meina trefið. Hvað veldur hólun innan mér til dæmis, sem margir eru með og eru að hólu fyll á ýmsa vegu, sko. Sem er þrá eftir einhver tilfinning fyrir að vera ekki full komin kannski. Já, kannski að hafa... Ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt mögulegt sem er mann til trafala, sko. Já. Dóp. Gremju. Það er þetta að sitja allt í hóluna. Já, og eitthvað að vestar sem er, held ég fyrir hvern og einn, er að einhvern veginn að leita alltaf að blóra á böglum, maður þarf svolítið að taka, eins og ég taka ábyrgð sjálfum sér. Þrá eftir viðurkenningu. Það er vont að vera fórnarlamb, sko. Já, þrá eftir viðurkenningu. Það er líka sett í hóluna. Já. En það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður er elskaður. Þó að ýmislega ófullkomið í kringum hann, sko. Það er enda spurning sem ég spyr alltaf líka er þegar þú komst í heiminn upplifðurðu að þú værir velkomin og elskaður. Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég er yngstur. Það er best, sko, ég er yngstur. Já, og þetta nú í hug þegar Aðalheiður Bjarnhéðinsdóttir sagði ég hefur lifað í 1000 ár, að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri minni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður míns megin eða móðun og sem segja foreldrar afa, pappa míns voru 19. aldar fólk, sko. Afi var fæddur 1853 og amma 1860 og það var eins móður mína megin, það var fólk sem var fætt í kringum 1860, sko. Og löngu farið þegar þú komst til? Já, það var löngu farið. Fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að forðurinn sögðu, eða? Já, ég gerði það nú. Þú sagðir mann í 1000 ára, hugmyndin er líklega svo að það berst til manns. Ég fekk sögur, til dæmis pabbi var fæddur í Fjósbaðstofu og hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900, þannig að þetta aldrei langur tími og ýmislegt sem að þau foreldrar mín báru með sér var náttúrulega arfur liðinnar tíðar og þetta rótfestist í manni. Mér fannst ég til dæmis, ég var svolítið fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksystkina mína
og ég man það vel að mér fannst óþægilegt því að lítið til að láta leiða mig af þessu fullana fólki. Svo var ég bara mjög glaður með það, sko. Já. Og vildir verða eins og hinir þegar yngri foreldrar. Vill maður ekki vera það? Það ég á svona örverpi. Já. Sem að stundum maður kom að sækja í leikskólan og þá var sagt að afi væri komin. Já, já. Og hún hefur stundum orðað þessu. Já. En ég held hún svona átti sér líka og það er eitthvað sem fylgir þessu. Það er svona öðruvísi máltilfinning og fleira. Ef maður svona sleppir einni kynslóð. Já, akkurat. Þá er einhvern veginn minni manns nær lengra aftur. Já, ef maður sleppir kynslóð. Það gerir það. Þannig að þú upplifið það. Já. Þú sagði mikil veikindi og svona, hvernig getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á sínu æsku heimili? Segja það að það var nú heimilisdraugur, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hræddur hann, sko. Og svo rjáttlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf, sko. Þess á milli, en svona þetta var svona einhvern ávísun á óöryggi og skömm sem er nú einhver alversta tilfinningin. Það skamma sín sem að ég held að ekkert í sköpunni skamma sín nema maðurinn, sko, sem roðnar af skömm. En og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði. Heldur þetta sé tengt? Þeirra samspil. Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax á unglingsárum. En hún var svo, það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndisleg manneskja, sko. En það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið í réttu ljósi og ég skildi það ekki fyrir seinna. Þetta er náttúrulega kortþekkja veldur gríðarlegu álagi aðstandenda, alkoholismi og svona geðraskanir. Og fullorðnu fólki og náttúrulega sérstaklega börnum sem eru það sem er að vera að ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg. Það er ekki hægt að finna skilning á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem er með geðraskanir. Hvers konar geðraskanir var mamma hérna? Það hefur verið geðhvarfasýki, sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn. En við hefum samt enn langt í land. Þið byggum fyrir austan, eða ekki? Jú, sem mín bensku ár, sko, en ég ræturnar eru einhver liti í Hafnarfirði. Það fór mamma þín á sjúkrahús Suður? Já, hún fór á sjúkrahús Suður. Fóruð á Klepp? Inn á Klepp, já. Og það var á þeim tíma var Klepp, bara orði Kleppur var? Já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig eitthvað reik, sko, jafnvel í félagahópnu þá var kallað eftir mig mammaðinni Kleppari. En ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig. En losnar maður einhvern tímann alveg við það? Er þetta ekki... Maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það er hreitt í mann einhverjum mónutum. Já. En þetta fer ekki alveg. Það fer ekki alveg, en ég Maður bara setur það á svona þolanlegri stað. Já, akkurat. En ég var þegar gæfu aðnjótandi að vinna lengi á Kleppi og það er eitt af því sem er ekki hendingu háð, held ég. Og það kynntist ég yndislegu fólki. Og ég veit að ég hef kynst oft heilbrigðara fólkinu og geðtilheldur en út í þjóðfélaginu, sko. Þessi bara hvað það er sem skiptir máli. Fólk er með það kannski oft skýrar í huga heldur en þetta daglega amstur. Það er einhver sem sagði að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum. Já.
Af því að þú nefnir Kleppa, kannski þegar svona það leitið þegar fólk að ná sér og svona, þá oft bæði einhver sýn og einhver svona auðmýkt sem í því eins og oft þegar fólk bara glíma við hvaða sjúkdóma sem sko. Já, og það ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika. Já. Og það dálítið til í því. Já, ég segi það stundum til þessum stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann alltaf tapraðan. Af því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar alltaf að sækjast eftir einhverju viðurkenningu og eru oft svona kjánalegir, það bara það kjánalegt hlutverk að einhverju leyti, eða svona fylgir því. En þegar þú eitthvað tapar, þá birtist oft bara manneskja. Já, það þegar maður játa mistök sín. Já, það er þannig. Ég vann á Kleppi í gamla daga. Já. Og allt í einu fæ ég svona á tilfinninguna að ég hafi hitt mömmuna, ekkert svo. Þegar ég sé því núna, þá finnst mér það allt í einu. Ég veit ekki hvort það geti verið svona í kringu 1980. Nei. Hún deyr 1965. Já, kannski hefur verið bara eitthvað svipnót með fólki svona. Já, nei, ég bara, að því að sumt bara sterk tilfinning og ég veit ekki okkur þetta kom allt í einu, sko. Það var, ég kom aldrei sem barn eða unglingur. Ég náttúrulega ekki gamall þegar hún deyr, sko, en ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en vissi af Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strákur, en ég kom með mömmu einu svona á Hvítabandið, þar sem hún hafði verið. Hún var í Amokk, stórbrotin kona, tók á móti okkur. Og mamma var þá, sem sé, heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt. Og hún var að fara með nokkur sígarettukartón til þess að gefa þarna mannum sem að reyktu og höfðu ekki efni á því að kaupa sígarettur. Og María listi mig út með peningaseðli, ég man þetta vel. Og horfði í augun á mig sem var ekki algengt að væri gert gagnvart börnum. Var ekki horft í augun á börnum? Allavega ekki ferði í augnæð. Það var kannski litið niður á þig svolítið. Ég þekki það líka. Og fólk beigir sig fram í staðin fyrir að beigja hnén. Já. Mér það mjög minnistætt, sko, þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel, sko. En hann yrti aldrei á mig. Hann leit aldrei á mig. Þetta var mér svolítið leksía bara fyrir mig í mínu starfi. Að maður gleymi ekki þeim. Leyfa börnunum að vera manneskjur líka. Já, og oft hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel. Og það ég sé börn hugga eldra fólk, sko, í erfiðum aðstæðum. Má ég aðeins spyrja að mamma þín deyr 65, hvað var hún gömul þá? Hún var fædd 1906. Pabbi fæddur 1896. Já, hún var, sem sé, ekki orðin 60. Það leiðir svo meðferð sem að var í boði á þessum tíma var ekki að nýju geðlyfin eru svona að koma þarna 58, 59. Já. Nei, það var kannski eitthvað að hjálpa mömmunni, ég veit ekki. Já, svo náttúrulega raflækningar og það var nú svona svolítið skotið myrkri stundum held ég þó að það í fyllilega rétt á sér en það og enn notaður. Og enn notaður og meiri vitneskja en við erum flókið fyrirbæri og það kannski margt ókannað í bara heila starfseminni. Já, það veit ekki hvernig raflækningar virka eða hvort þær virka. Einhver sagði að til dæmis þegar það notað við þunglindi að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind. Já, ég meina það árangur af raflækningum og ég ber alveg fulla virðingu fyrir því en
þetta kannski sumt af þessu sýnir hvað við erum vanmegna oft á tíðum sko, gagnvart þessu. Það verður að endurræsa. Já. Þetta er eins og tölvu að slökku á henni og kveikja aftur. Og ég vonum að hún sé búin að gleyma biluninni. Já. Og það er náttúrulega sko, ég þekkti það sem barn að eftir svona meðferðir að þá þurfti ég að kynnast mömmu minni upp á nýtt sko. Já. Og það var dálítið. Og meinur þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst? Nei, hafði hún breyst? Mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og það var svona. En svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko. En þetta var, eins og ég segi, barnið skilur ekki. Nei. Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki sko. Og það er ekki allt sem verður rökrætt sko. Þegar ég var á Kleppi að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi svo kölluðum á móttökudeildinni þar sem að fólk var í maníu. Já. Og svo stundu kom hundakoppi með rafmagnstækið sitt sem að leit nú bara út og ferðaútvarp. Já. Og sjúklingarnir voru óttaslegnir gagnvart þessu. Já. Ekki eins og þeir vildu sko losna. Heldur fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvofandi og maður átti að sjá því að þessu fylgdi sko sársauki. Svona eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda sjúklingunum og meðal annars þessari fíngerðu konu á austan sem að allt er skaut upp í kollinum á mér á hann. Og svo eftir var fólk bara lengi að jafna sig. Það fekk oft mörg raflost í röð, kannski með einhverju 4 daga millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta er náttúrulega þetta er hvað við segja eins og stór athöfn eða eitthvað. Þetta er ekki Þetta er á engan hátt venjulegt. Nei, það er á engan hátt venjulegt. Þetta er engan hátt venjulegt, sko. Náttúrulega bara, það er samt svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barn, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn, þá talaðum að svona sársaukin, svona, það kemur skýring á sársaukanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk fær bata, þá verður svona gleðin allavega hjá afstundum, kemur fyrr stundum heldur en hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það, en það er ekkert sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur, sko. Já. Þannig að það er útkoman skiptir svo miklu máli. Í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar, þá fannst þér eins og risi raunverulega hærra heldur en svona normið. Þá kunni ég einhvern veginn meira að meta allt, sko, fannst mér. Þá fannst þér hún vera, hvað við segja, falleg sál eða? Já, en það var hún það, sko. Og hérna, eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma er að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk er að glíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem það elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað. Já. Sem er ekki klókt. Svona, sem er ekki klókt. Því að þú þarft að samskipti við þína nánustu til þess að ná bata. Já, og hérna það er ofta bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst, sko. Og von þeirra sem að standa næst getur orðið von þeirra mannestu sem að sé litla von í stöðinu, sko. Von er smitandi. Já, maður getur lánað von.
En ég hafði aðeins áhuga á hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar veikindum sem er í sjálfu sér ekki þótt að sé erfitt fyrir þig að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengur sjúkdómur og ætti eiginlega að vera hversdagslegur og við óttum samt einhvern veginn. Ég held að við verðum hrædd ef við sjáum fólki í svona oflæti þá verðum við svona rökku við alveg í baklás sem við ættum raunverulega ekkert að þurfa að gera. Og ég held að eins og segir sko aukinn skilningur skiptir svo miklu máli og við setjum ákveðna sjúkdóma úti á jaðarinu, úti í myrkrið og það bætist ofan á allt annað sko. Er það ekki guðfræðin að kenna einhvern veginn að þetta veri ansettið fólk eða eitthvað, þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað er hann ekki bara í manju eins og það veri hversdagslegt. Það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og og ég held að sko sjálfsvík er náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk er að glíma við aðstandendurinn og oft samt fundið hvað það skiptir miklu máli þegar fólk áttar sig á því að sá sem tekur lífsitt er ekki að hafna fólkinu sínu, hann er að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið og þess vegna er svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa að fá að fólk þó það sjáu það ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eykur á þessa einangur fólks. Það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í prestskap þá mátti ekki nefna þetta. Að einhver hafi tekið sér það í líf? Nei. En það var ekki þá, þú er ekki þinni tíð sem að fólk er jarðað utan víðara moldar? Nei, en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið aðþreindir á alla vegu. Þær voru í Kyrrþey. Það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu. Það var ýmsir slíkir hlutir. Þannig það eru svona leifar af þessu fylgi sko fordæming út fyrir gröf og dauða. Morðingin er jarðaður inn í vígri-mold en ekki sá sem að tekur sér það í líf. Nei, þetta, eins og segi það, við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörgu leyti með því að taka ekki, að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko. Að bara, maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpað sjálfum sér og öðrum. Líta á það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi. Já. Erfiðleikarnir og allt. Það sé ekki hægt að ýta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina. Þetta er bara lífið. Þetta er eitthvað annað þarna sem er. Lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu. En að þú nefndir jarðaför í Kyrrþey og þeim sem hafðu tekið til það í líf. Getur verið ástæðan hafi verið svo að ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðarfarir, en þessari jarðarfarir geta verið svo sárar að það er eiginlega ekki, við líkum við að segja, það er bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja. Það geta verið svo sárar að það er bara svo erfitt að ég er ekki þolinn á jarðarfarir, sko, almennt. Ég hafði miklar áhyggjur af því einu sinni þegar ég var að vinna á spítalinum og ég vann mikið inn á geðdeild og þá var geðdeild á Borgarspítalinum líka. Strand Hotel og þar var ungur maður sem svipti sér lífi og hann var að vísu útskrifaður
En á deildinni voru vinir hans sem hafðu verið að glíma við sömu hugsanir. Og ég fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina. Þeir var að kveðja vin sinn. Og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að ég gæfi þeim grænt ljós sko, á þessa leið. Svo komuðu til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og efst í huga allra var sorg móðurinnar. Það voru skilaboðin sem við fengum. Og þeir lásu út úr því. Já. Þú talar sé alltaf von, en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr því neinu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka. Já. Að það kannski síst af öllu sem mann vill heyra að það sé alltaf vona við bara. Þetta bara fráleitt. Það sárt að heyra það bara. Já. Þetta mætir maður fólki á forsendum þeirra sem maður að hitta og það ekkert rými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og í öllu samtali sko þá maður að reyna að nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausn á silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðsli því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stigið næstu skref og að skilja sársauka eða já og bara að einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum. Þú ert náttúrulega mjög vanur að tala við fólk á erfiðum stað í sínu lífi. Já, ég En við erum það ekki öll sko. Nei. Við stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko við viljum íta í burtu því sem erfitt og sárt. Við viljum hafa þau líka glað sem ég veit ekki hvort það sé eðlilegt eða eitthvað en það svona að frekar ætlast til þess. Já. Það líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja byrðar yfir á þann sem það kolfa sársauka sínum yfir annað fólk. Og kannski þeir ekki farið að líða skár, það betur að segja jú, heldur nei. Og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko. Og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski á skemmri tíma heldur en það þarf. Og Það meinar út af sorg Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra á meðan það kannski að versna sko. Það læri kannski líka að það sé eiginlega vinsælla að spurt hvernig hefur það. Já. Og þú segir eiginlega lakar heldur mikið. Já. Fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta. Já, þannig að þú lærir að segja, jú, bara fínt. Kannski spurningin líka borin upp þannig að sá sem spyr gerir sig ekki endilega grein fyrir því að hann að biðja það að hún sjálfur fara að líða okkur betur, sko. Já. Ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja, ég verði góður í sumar. Já. Og þá fekk fólk það sem að vildi að ég var ekki, ég kæmist út úr þessu. Já. Á þess að maður var eitthvað að tala það, hvernig vonin í bata sem sveiflóttur og ég meina ég held að mamma hefði kennt mér það að maður ætti ekki að ausa vanlíðan sinni yfir annað fólk.
Ég held að mann hafi kemur það. maður þarf að vera í einhverju öryggi þegar maður gerir það. Og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hætta að tala um það því að það er enginn sem hefur skilning á því. Það er enginn sem vill hlusta. Nei, vill hlusta. En síðan það líka eitthvað leiti að við getum aldrei skilið hvort annað, sko. Nei. Ég geti setið hérna í annan dag að reynda að útskýra fyrir þér líðan mína. Já. En þú geti kannski mátað hana við eitthvað eða speklaði í henni en þú nærðir mér. Það getur aldrei sagt, ég veit hvernig þið líður. Það getur maður ekki gert. En aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingum líður. Og ég held að það sé, sko, gullnareglan sem nú til hjá flestum svona, þjóðum með einhverjum móti að allt sem þið viljið aðri menn gjöra, það skulle þér og þeim gjöra. Og því svo erum við bent á það, ég held að það var Jóhann Hannesson sagði að stumstaðar þetta þannig allt sem þú vilt ekki að það skaltu ekki gera, en að í þessari náttúrulega jákvæð hvatning að setja sig svolítið kannski nær fólki, ekki með því að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu. Það er nefnilega það sem ég ætla að koma það er inn í þessu oft, sko, heldur að maður geti kannski svona færst skrefinu nær þeim sem að þetta er bara eins og Kristur spurði hvað vilt að ég geri fyrir þig, sko. Og ég held að þú talar að þekkja sjálfa sig, að það er nú bara svona viðfóðsefni ævinnar að komast til maður kemst ekki til votts með það en að læra inn á það. En ég er alveg samfærður það að maður þekkir ekki sjálfan sig nema einhverju leyti ef maður lærir ekki að þekkja aðra, sko. Maður þarf svolítið að þessi góðu leið til þess að þekkja sjálfan sig að reyna að skilja aðra. Skilja aðra. Og ég held að það, sko, þetta er eins og með, sko, að í einfaldleikanum er oft svona erfiðustu hlutinni fólgnir og dýpstu samvendin. Og það var nú ekki óverkar maður Mark Twain sem sagði, sko, fólk er alltaf að tala um það sem það skilur ekki í sambandi við trúna. Og það átti þó kraft að vera ekki meðfæðingun og allt mögulegt. Ég á alltaf erfiðast með það sem ég skil og það er að elska Guð og náungan. Og það er flókið fyrirbæri, sko. Þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki, áttu við það. Já, þetta er svona ráðlegging heyrist mér líka til þess. Já, ég held bara að það sé nægt verkefni. Já, og kannski, sko... Gleymdu þessu bara með englan og svona? Já. Reynda að dvelja þarna bara? Já, ég held að, sko, Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndun og tók til við að bæta böl manna, sko. Og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn, en síðan skiptir mestu máli að maður fari út á meðal mannar, sko. Það er mitt viðþorf allavega og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun og veru eftir sig í fyrirfram maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlát sem ég hef nótt að þá get ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsöndu þeirra sem ég er að mæta, sko. Og það er bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráð heldur mætir fólki þar sem það er. Já, því að þú er reynslu við að tala við fólki á erfiðum stöðum og við erum aðeins að ræða svona hvernig fólk hætti til að svona vilja að samtalið sé að allt gangi vel. Já.
sem að sumu leyti bara mannlegt. Annað sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið var við að ég ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gat eiginlega ekki staðið beinn nema að vera með staf. Og einhvern tíma var ég að labba með stafinn niður í bæ, bjóð þarna á Þórsgötu og ég hitti 7 manns sem að koma til mér svona, hvað er að? Eitthvað eins og skiljanlegt er. Og ég segi, ég er bara með brjósklus og illt í bakinu og ég er bara að reyna að koma mér í gang aftur og get ekki haldið mér uppréttum nema að vera með staf. Og þessi 7 komu öll með ráð um hvernig ég geti losnað við bakverkin. Algjörlega sannfærðum lækningamátt sinna ráða, en ekkert að þessu ráðu var eins. Nei. Þannig þá hugsaði ég, við erum líklega svona að kannski að því að á sama hátt og við viljum að sé von sem fyrst, að þá viljum við að sé lausn og við viljum líka trúa því við kunnum hana. En kannski er það líka að við viljum freka vera að segja frá okkar meinum, heldur en að hlusta á mein hins. Já, akkurat. Ég held að það sé einhver blanda þessu og en okkur hætti svolítið til að gera þetta. Það er gott ráð að gefa ekki ráð nema að sé beðnum allar. Já, er það ekki bara? Jú, ég held að það sé farsælega, sko. En það eru ráð líka, ég segja stundu, þau eru svona ókeypis, sko. Það er ekki, þetta er ekki það sem að fólk leggur mest í lífinu, að búa til góð ráð, sem það bara gefur ráð eins og þessu ókeypis, sko. Já, og allt sem að virðist vera svona virðist vera með endanlega lausn, það lofar ekki góð endilega. Herðu, en ég var að spyrja þarna móður þín á hvaða bjargir hún hafði. Pappið var líka með sjúkdóm sem er svona kastallur, mjög algengur sjúkdómur, alkohólisti. Á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar. Þarna var drykkja raunverulega allt eins á vettvangi löggæslunnar eins og heilbrigðisþjónustunnar. Drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt til þess að það ekki. Jú. Hvernig tók saman? Og sagðu kannski ekki neitt annað þetta, ég drekk það sagt en ég bæri minn brest, sko. Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm, sko. Nei. Ef þetta mitt böl, þá ætla ég að bera það á þess að vera með einhvern væli við því. Ég segi það. Ég held að margir alkohólistar hafi kannist við það, að það sem eitt sem hún getur valið er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því. Já, og standa sína plikt. Já, þess á milli, sko. Það er viðhorf sem ég þekkti vel. Það er viðhorf sem ég þekkti vel. Þannig að pabbi þínum datt aldrei í huga að leita aðstóðar. Heldur það? Ég held ekki. Og hann var dálítið einn með það, sko. Og ég sá hann aldrei fella tár, föður minn. En á erfiðust stundum þá sett hann upp sólgleru. Og kannski var hann bara barn síns tíma með það. Og svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkert verið að dilla honum þegar hann var drengur. Það var erfið lífsbarátta. Hún var ekkja mammans með og hélt heimilinu saman, það átti að tvístraði en hún rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið, harðri hendi, og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni, sko. Þetta var svona starfskylda pressin, sko. Þetta var henni vænsti maður og hann aðstóði hann eftir það. Og hann er náttúrulega, pabbi var svona heljarinnar karakter. Mikill sand og sæfa og það var í honum mikið blíða líka, sko. Og læknirinn á Eskifirði sem var svona, þeir deldu svolítið sameiginlegu áhugamál ljóðum og fengu sér neðan niður líka saman.
hann var nú ekki gamall sálæknin, hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki seinni partinn sko, en seinna fannst mér hann bara líka góður. Þykk stjél á synda sel, samt þel í leifa, fullur vel þú ferði í hel, fær það pela kneifa. Og það var þykk stjél, en samt þel. Hérna, þú nefndir áðan skömm, að það hefur verið sem að þú manst eftir úr æsku og þurftir að glíma við að losna undan. Það var mikið álag fyrir barn að alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma, af því að þú ert að ráða í hegðun og sem ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleiðingum. En þegar þú ert í samskiptum við foreldra þína, þá finnur ekki skömm í þeim samskiptum. Það er ekki fyrir en að þú fyrir að hitta annað fólk, að þá upplifir þú einhvern veginn að þú eigir að skammast þig. Og hvernig talað móður þína og hvernig talað föður þín, það ræktar upp í þér skömm, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða hvað? Nei, það er bara eitthvað sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu en ég... Það eigir að skammast þig? Já, á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki notað orðið skömm, sko. Svona, þegar maður skoðar þetta eftir og þá finn ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka. Ég mann það vel að sem strákur þá tók ég sveig og líkt á leið mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leið ekki vel. Þannig að ég var frekar, bara mjög óöruggur. En ég var alltaf samviskusam með hluti, ég stóð með ágætlega í skóla og En alltaf svona mara yfir þér? Eitthvað mara yfir mér, sko, já. En ég fór mínar leiði líka, sko, ég má segja sumt af því sem að var kannski erfitt, hef ég nú svona seinna meir haft kannski, jafnvel, svolítið gaman af, sko. Það er svona húmórin á sístvanda. Og ég er 5 ára þá er ég sendur í sveit og það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir en ég gerði sveitaprestur, sko. En það var svona... Það er ekki góð vist? Nei, það var það nú kannski ekki. En það var fólk sem hafði enga reynsla börnum eða neitt en þetta var nú svona mjög frumstætt og ég var byrjaði á því að skríða upp í til bóndans. Það voru systkini sem bjugguðu með móður sinni og einn vinnumaður. Ég skreið upp til bóndans og mjög undir all og hann bara stókvaði við og þetta var nú ávíslun að það að ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta skildi endurtaka sig. En ég hafði þarna hlutverk að reka kýrnar og ná í kýrnar og Veitu hvað varstu gamall fyrir? Ég var 6 ára haustið. Það ekki kýrnar? Já, og hundurinn það var... Sem var líklega besti vinurinn á bænum. Já, og gamla konan sem var mér ákvæðlega góð og talaði við mig og blessaði mig í bak og fyrir og hundinn og neftóbaki, hún tók í nefið. Það var skammtaði hérna, hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftóbaksmenn. En ég var að... Ég hef haft gaman að þeirri minningu sem var sjóst ekki sentilega á sín tíma. Ég var sendur með kýrnar sem sé og einhver tíman þegar ég fara þá var hundurinn eitthvað svona æstur og þær hefur séð kýr hlaupa. Það eru frekar þunglamalegar en þær tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott.
Og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitaður fyrir þetta að verið að siga hundinu og kynna sem ég hefði nú ekki gert sko en. Og konan, hún var alltaf, systirinn, hún fylgdist með í sjónauka sko, líka með nágrönnum og ég lærði frétt ýmislegt af þeim sko en hérna hún sá að uppáhaldskýrin lá og hafði áhyggjur af því að henni hefði orðið eitthvað meint af þessum hlaupum. Og hann fór út bóndinn og tók með sér hníf svona til öryggis. Enda var hún í andarslitunum, hann skar hann á staðnum sko. Og mér var kennt þetta, þannig að ég var svona algjörðin morðingi sko. En það var, en vinnumæður sagði hún datt í flórnum í morgun, það var hún ekki hlustað á það sko, kannski var eitthvað að. En ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko. Kjötuð að borða þetta væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko. Og mér var ekkert mjög vel við það. Svo hérna haustið þá fékk ég sendingu því ég átti afmæli 6 ára. Það var komið og bóndinn sem segir nú svona hvernig stillingur og hann segir þú fékkst pakka og það var kremkjötspakki og hann sagði við notum það handa gestum. Svo fékk ég svona sítrónflösku og ég fékk að eiga flöskun og drakk hana svona trind hana lengi. En ég sá aldrei keksið sko. Þetta náttúrulega ekki góð vist. Nei, en skilur eftir svona minningar sem að þú sagði þér þegar þú varst áður að byrja að segja þessa sögu, þá sagður að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitaprest sko. Það var því að ég var reynt að setja mig í sveit. Já. Og ég held að ég hafi svona alltaf sagt við börnin mín sko þegar við vorum að keyra einhvers staðar í sveit sko, þarna hefði verið að pína ungan dreng. Já. Það var mín upplifur. Já, svo náttúrulega sko, var ég prestur í sveit í 11 ár og yndislegt fólk. Dásamlegt mannlíf. Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn. En það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr í manni. Það er eiginlega það sem ég er að meina með því að ég hafi verið að pirra börnin mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng. Þetta satt í manni. Og þetta 5 ára barn á ekki erindi í sveit, en þetta var nú svona eitthvað úrræði. Og og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko. En sveitadvöl getur verið með ýmsum hætti fyrir börn sko. Og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það er í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara. Oft nærmanni heldur maður ykkur sko. Þú ert að tala þína reynslu, þú ert ekki að leggja dóm almennt á Nei, alls ekki. Eins og ég segi, það var mitt stóra lán í lífinu að fara að gera prestur í Reppum og Skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem að kendi mig mikið. Aðeins hörku föðurinn sem að setur upp sólgleru og þú sást aldrei gráta. Og hann var alinn upp við erfiðleika sem að móðir hans er að halda saman barnahópnum og við mikla erfiðleika. Og það sem að hann lærir er einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið er erfitt og lífið er basl og ekki bætir það að maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilagt líklega hefur það verið hugmyndin að ef þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við sittum á endanum bara í kotinu og grenjum saman og missum lífið heldur að það hefur verið og það er annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og aukaspurning er það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missum við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbaráttu. Ég hugsa að það hefur verið aldrei almennt viðhorf hér áður sko, þar sem að kannski eins og maður ég tók eftir því ég var þarna í sveitinu og var að lesa gamla kirkjubækur og maður sjá hvað að dauðinn hafði vitjað allra bæja meira eða minna sko. Og það að missa barn
það var kannski fyrir mjög regla en undantekning sko við það og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum. En það hefur kannski verið svona þetta að þú máttur ekki gefast upp sko. Og kannski... Ertu að gefast upp ef að þú barnar? Ég held að fólk hafi dálítið álíktað út frá því. Og auðvitað hefur ýmsir gefist upp og ég held að... Fólk laðist í kör. Laðist í kör sem var svona ákveðin svona uppgjöf. Kulnun er ekki nútímalega fyrirbrigði. Nei, minna bara að fólk var magnþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur þannig fyrir austan að það var að þegar voru að tala góð ráð sko að það var fólk fekk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem það er einst einhverju vel en besti stuðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft reynt og kom ekki með ráð heldur bara til þess að vera nálægt sko. Það sá ég oft gerast. Fólk sem hafði gengið í gegnum erfiða reynslu og lifað af og endurheimt þróttinn til þess að njóta að það var oft best í að Jafningjastuðningur. Jafningjastuðningur. Eins og við þekkjum úr 12 samtökum. Til dæmis, já. Þekkjum úr félagsskap fólk sem að glíma við krabbamein og víða að mesti stuðningurinn með allri virðingu fyrir ykkur fagmönnum meðal þeirra sem að... Ég er sammála því. Já. Og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk. Það er sér að spegla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir eða hafa reynt svipað. Og bara fundið styrkin í veikleikanu sko. Já. En ég sko Gunnar að svona þó að það hafi verið svona ýmislegt sem kannski er ekki ég er nú þakkláttur fyrir það voru ekki virka barnaverndunefnd þá hefur verið tekin í burtu kannski en hafður ekki átt að þakka fyrir það? Ég þakkláttur fyrir það ég veit þú átt að segja það að þú þakkláttur fyrir að það ekki verið tekin ekki tekin en við rekum barnaverndarnefndir til þess að líklega í orðu hvernu til þess að vernda börnin ég er ekki alveg viss um að það sé þannig en ég hef aldrei heilt neitt segja ég er þakkláttur fyrir að hafa verið tekin ég meina það sko eða ég hefði átt að vera tekin ég nefndi við þig fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður sko þó allt gæti verið svona kannski betra þá efaðist ég ekkert það og það var besta veganesti sko og í stórum dráttum þá mér leið oft vel sko í þessu óöryggi sko og ég held að það hefði svona hjálpað mér kannski til þess að skilja betur aðra að ég svona var snemma svolítið að axla ábyrgð. Ég fór mjög ungur að heima til að mynda. Ég var komin alveg á hinn enda landsins rétt að verða 13 ára og var þar í skóla og bara á eigin vegum en að vísu í umhverfið sem ég þekkti. Og fórst aldrei aftur heim? Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var í heimavistum. Þannig að ég var mikið að heiman nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að fara að vinna sko. En En afstæð þín til foreldruna sem að við getum sagt að hefðu haft svona skerta foreldragetu vegna sjúkdóma sinna. Það er svona kalt orðarlega orðað þannig. Börn sem alast upp við slíkt að þau skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrun rættu að veita og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldruna og stundum er fólk sem helst upp við aðstæður eins og þú bara halva ævin að taka foreldrana í sátt og skilja þau sem sjálfstæða einstaklinga sem að voru að glíma við sín vandamál en ekki þetta sko að pabbi minn og mamma mín sem eru hér á jarðaríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona ég veit ekki hvenær maður losnar við það sem barn
Nei, kannski ykkur 7 ára? Ég ber óskaplega hlýja tilfinningar til foreldrar minna. Og þó að pabbi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður, sko, sem var óspar og allt mögulegt. Og mamma yndisleg og kærleiksrík og kendi mér eitthvað sem að ég bý alla ævi. En þannig að ég þakklátur fyrir þau. Já, og það sem þau gáfu þér. Þau gáfu mér. Það sem þú eru ert frá þeim. Til dæmis, held að það er fátt sem hefur náð betur til mín heldur en ljóðalestur. Og það var mikið farið með ljóð þegar ég var krakki. Pabbi byrjaði, hann kom alltaf heim í hádeginu og nú framkvæmdastjóri fyrir togarátið. Og settist í stólinn eftir matinn og lét sér renni brjóst, sem að setna var kallað. Þau verið kallað kannski einhverju íhugun eitthvað, að fá sér hænu. Já. Og eða kríu. Og hann alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir, þá fór hann með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því til mig, ég lærði það bara. Og var uppskulum órum sverðum úlst þann lituður glita. Eigum þáðatrí í dalmeskun fiska, leiti upp til lundar líða hver sem bráðast, gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra. Þetta lærði ég. Svo komst ég að því ég fór í Menntaskólann á Akureyri og hjá Brynjólfi Sveinssyni í Egilsstöðum. Þetta var stríðs Egill að búa sér til orrustu. Já, eins og pabbiðinn, að fara aftur í atið. Aftur í atið, kannski er þetta undir öðru formi ekki Hallgrími upp mín sál. Það er bara áfram, gakk. Þannig og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvert fyrir annan og ég bara heillaðist það og ég heillaðist það bókum mjög snemma, sko. En pabbiðinn hélt vinnu? Já, og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitastur, hann var þar síðust fram yfir 70, sko, 75 ára held ég. Þá voru ráðnir nokkur margir í staðin fyrir hann, sko. Það var svona hans lífsmotto að standa sína plikt. Fólka undir sig sjálfur, það var mikill íhaldsmaður. Og og hann hafði farið í Flensborg, sko, kringum 1918, hann byrjaði að búa og lenti í þessum harða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar svona mikið sjálfmenntaður bara líka og endaði þar í pólitík og blaðaútgáfu, gaf út Brúna og Hamar, þú kannast kannski við þessi blöð og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið. Og hann og hét Þorleifur Jónsson. Og móðin hét Hrefna Eggertsdóttir. Það var kallað Levi Pól, það var lögga. Og það var tímabili, svo var hann þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með þeir unnu saman voru með stofu Gunnar sem var faðir Bryggis Ísleifs. Þannig að hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara, sko. Já. Og komst langt í stjórnunarstörfum og öllu mögulegu, sko. En áfengið var harður húsbóndi. Já. Og ég kem úr stórum systkinhópi þó að ég er yngstur. Það var 9. Já, en langt í næsta það? Já, nei, þetta eru 2 hálfpabbi átti 5. Þegar mamma og hann áttu 4 og ég er yngstur sem sé að seinna hálfinu og næstur mér bróðir minn sem er 3 árum eldri og svo systir sem er 6 árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáin þessi systir mín. Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo
út kvíðin, Já. þú ferðið yfir á hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur. Já. Og það yfir svona mara. Hvernig, segðu bara þú sért 7 ára að vakna að vori. Þú ert ekki svona í náttúrum að teygja úr þig og rakka til að hlaupa út. Jú, ég held það. Já. Þannig að ég má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum. Nei, og það sko, ég fekk svolítið ég fekk að ráða full mikið stundum því að ég til dæmis var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vinir mín lögðum ekki einn, ég var ekki alveg eineltenni og verið kallað eftir með þetta, það kunnum menn bara ekki önnur orð yfir eitthvað. En kennarinn sem var með mig, hann var, ég vissi það að hún var ekkert vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæðið mig vel og allt það. Og hann gerði það á dálítið anstíkilegan hátt. Þannig að ég einn morgun eftir það þá neitaði fyrir skólan. Og það var eitthvað við að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa, ég vildi ekki segja frá þessu. Þannig að, en það var bara úr því að það var þannig, þá bara fór ég í skólan og ég var þennan að vetu meira eða minna bara á síðum og krakkaði með horfðum og eftir þetta þá tók ég ákvörðun að fara í annan skóla sko, þvert yfir landið og var þar. Hvaða skóla þá? Það var í Stykkishólmi í miðskóla, var í öðrum bekk þar. Af hverju? Af því við höfum búið þar í 3 ár á tímabili þegar pabbi var þar með forstöð fyrir togarútgerðinni Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabít, fallin upp sko. Þannig að ég hafi kunnað vel við mig þar og ég þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna. Hvar bjóstu? Ég bjó í Heimavist. Fyrst það var opnuð Heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágætum félugum. Landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum. Já. Var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illa við barnið? Það var pólitík sko og það að hann lét engan eiga inni hjá sér og hafði eitthvað tekið þennan mann fyrir einhvern. En þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barnið sko og ég svo sem leit hann aldrei réttu auga þennan mann sko. En börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig hann lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir Hvítasunnu því að ég átti að fermast heima og það segir nú svolítið um það hvað ég var á einu vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar nýkominn Jón Hnefill Aðalsteinsson, góðu drengur og hann kallaði mig til sín, bjó í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtóa hvernig stæði hjá mér og hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver, aldrei heyrt þetta orð. Já, gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði Ó Lárussyni sem var, nei, það var ekki sem myndist á það. Og þá í staðinn fyrir að segja, já, þá verður að bíða í ára eða verður ekki 50 þá sagðan, lestu þetta og það var bókinu Veginn eftir tengdaföðurnas séra Jakob, ekki Lao Tse heldur það var fermingu, lestu þetta og svo þarf það að kunna hraðivorið og með það fendist ég. Og Jón Hnefill hitti mig stundum eftir að ég komin hérna í bæinn og var þannig að inn á spítalanum og upp í háskóla og það var alltaf það sama, hann sagði Sigurður minn, þú ert eina fermingabarnið sem sást ástæðu til þess að auka við þekkingun. En hugsaðu þér Gunnar, bara þessi viðbrögð hans, hvernig hann tók á málum, annars hefði ég ekki femst, annars hefði ég bara ekki farið í fermingur.
Og ekki orðið prestur? Nei, vafalist ekki. Heldurðu það? Ég veit það ekki. Nei. Kannski, en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils. En að því að þú ert prestur Já. og við erum að tala um æskuna. Hvað máli skiptir Guð þennan dreng sem að fyrir austan? Hann skipti miklu máli og ég lærði bænir. Ég var ekkert í kirkjurækinu og eftir ferminguna fór ég ekki í kirkju fyrir ég settist í guðfræðdeildina, sko. Það var ekki það. En það var eitthvað í mér og einhver svona, ég rekja það, sko, þegar ég var strákur heima, bara búin að læra að lesa, ég lærði það nú snemma, hjá færiskri konu sem ég vissi nú að hér var í Færeyingum, var í næsta hús og kendi mér að lesa, byrjaði á Gagn og gaman og svo fór ég beint í Grímsævintýri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér og það var Gráskynna. Þið séð hana? Hefur lesið hana? Gráskynna. Hvað er það ekki? Það eru draugasögur. Svona halkir þjóðlegu fróðleikur, svona milli þjóðlegs fróðleiks og þjóðsagna. Meistari Þorbergur og Sigurður Nordal tóku þetta saman. Og krassandi sögur. Og ég var sólginn að lesa þetta. En ég varð alltaf að hafa opið fram til mömmu því ég las. Ef að draugurinn kæmi. Já, og ef að ég var einn heima þá lagði ég ekki að vera í sama herbergi á bókin, sko. Þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið, en seinna lærði ég, sko, að þetta í trúarlífs sálarfræði kallað mysterium fascinosum et tremendum. Það er sem sé leyndardómum sem bæði dregur mann að sér og ógnar manni. Og það er þetta er náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum, að vera við fossinn og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sig frá bæði þessi laðar og ógnar og það er náttúrulega kannski svona í Guðsmyndin ef maður les Gamla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin er heilug menn óttast en laðast og er það Guðsóttin sem við stundum að tala um? Kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju, sko, og bara þegar lærisveinin segir sko far þú frá mér þá getur hann hvergi annars staði verið, sko. Það er bara þetta, já, og þessi ógn sem býr í, bara þetta er í sögunum, sko, menn sögðu ekki búrfell á sjó því að búrinn, hvalurinn kemur þó og slæði sporðinum í bátinn, heldur notuðu menn orðið matarfell kannski, sem eru búrfell. Þetta er... Mætti ekki segja það? Mætti ekki segja það og Svona hugmyndum kyngi orða. Kyngi orða, sko. Maður mátti ekki benda á flugvél þegar maður vann. Nei, þetta er svipað og í sko helgum textum eins og að því að náttúrulega gömlu hebreísku textarnir, arameísku, þeir eru vanta sérhljóða og menn verða að setja inn í, sko, eins og fyrir Jakve voru 2 lestra, það var Jakve eða Jehóva eftir hvernig menn, og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar kom að Jakve í textana þá sagðu menn Adonai, drottinn. Þetta eru svona þekkt úr trúarlífssögun og ég var einhvern veginn, kannski var það þessi uggur í mér að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með ýmsu sem flokkast undir þráhyggju, sko. Já, eins og? Að stíga ekki á strik og fara eftir einhverju ritúali svona þegar ég var hræddur, sko. En og ritúal getur veitt manni öryggi, það getur líka haldið manni föstum, sko. En
þegar ég í Menntaskólanum Akureyri, að þá ég svolítið, ég var nú svona laus í rásinni sko og og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eiginlega verterið úr starfsfæðildi yfir í máladeild og fann mig í latínu, ég fann mig og í guðsfæðildinni fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefnað hjá mér svona undir lok guðfræðinámsins að ég var farin að þýða starfaði sem aðstofamaður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málavísindi og þýðingafræði en endaði þá og Nýja testamentisfræðin en opnaði svona annar áhugi á mér því ég fór í kurs sem var kallað Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgæslu fræðum að það hafði þau áhrif á mig að ég gat ekki hugsað mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalust herbyggi og setja það við þýðingar daginn út á daginn. Já, en áhugin fyrir þessu, sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina, sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í Menntaskólanum að leita einhverjum bókum sem það væri svona og Alexander sögutennari sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og Alexander Aðalsteinn sögukennari hann var umsjónarmaður bókasafnsins og hann fann að ég var að leita einhverju slík og rétti mér ævisögu Láru Miðils þannig að það var byrjunis þannig að en þú lítur á að það hafi verið svona leit að Guði. Já. Það þegar þú ert að lesa eiginlega draugasögur. Já. Og þetta með að teygja sig eftir því en óttast það á sama tíma að þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem fer á hryllingsmyndir upplifir þetta. Það teygja sig eftir því. Það veit að það er umverulega meiðir þig eða ekki að bregða svona í hryllingsmyndum. Það tegir sér samt eftir því. Já, ég held þetta, sko, ómeðvitað hafi verið svolítið einhver leitað, einhverju sem sagði fyrir utan allt, sko. Utan þennan heim, sko. Eitthvað sem að væri samt... Það getur ekki verið að það sé þetta sem í boði, þessi heimur sem að ég er fastur í. Nei, kannski var það eitthvað svoleiðis, sko. Kannski var það eitthvað svoleiðis. Og einhver andleg leit sem að... Þegar ég sagði sko hvers vegna ég hér ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í Guðfræðideildinni af hverju eru þið hér sko svo í Guðfræðideildinni eða bara í Guðfræðideildinni á jörðinni já bara í þessum tíma hjá mér til dæmis og það var oft forvitnilegt og oft var það vegna einhverjar ákveðna reynslu eða eitthvað að mann höfðu valið þessa leið svo var nú eitt sem að sagði það sem að sem var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt En af hverju ferði í Guðfræði? Þú ert ekki trúaður, þú fer ekki í kirkju Jú, ég trúaður En þú veist ekkert á hvað ég hef alltaf gert greinamun á trúhneigð og trúabröðum sko. Trúabröðin svona kerfi utanum. En trúhneigðin og ég náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúsprestur þá fann ég svo vel að trúhneigðin kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko. Hvort það matur eða hvað drykkur og trúhneigð kannski sterpið svona við erfiðar aðstæður ótt á tíðan. Hún líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu barns finna fyrir þegar þið ganga út í náttúrunni finna fyrir við dánarbið á þess að kannski að
vera kirkjurækin eða, Þannig að þá get ég trúað, já, á þess að ég hefði hugmyndum á hvað ég trúi. þess vegna. Ekki, Og þú hefur verið þannig. já, en, Leitandi. en kannski stundum hefur mér dottið í hug að því að það er að tala sko að koma með eitthvað bara á silfurfati, maður þarf ofta að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævina út hjá mörgum sko. En þú fannst Ég Guð. fann minn Guð. Og þá náttúrulega horfur þú tilbaka eftir ævinu og sérði eiginlega leitina sem þú varst í, Já, sem að þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið Guð. nei. Þá hefur þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá Já. draugasögunum og bókinum Láru Míðin. Það er allt aðra þetta er eitthvað sem að ég svona, það er bara eins og við erum að tala sko að vera með einhverja hólu. Já. Þú varst með hólu. Ég var með hólu. Og Ertu með hólu ennþá eða? nei, mér finnst ég vera hólufylltur. Hvað er í hólunni þinni? Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín. Sem þú hefur sett inn í hana. Já, ég meina bara En hólan... allt það besta er ókeypis, sko. Það er bara að kunna taka á móti því besta, sko. En hólan, hún hefur verið svolítið svona þurftafrek þegar þú ert í menntaskólanum Akureyri. Já. Hóla í unglingspilti er helviti gargandi. Gargandi, já. Og hvað, varst að fylla hana með... Ég var nú tóltið hallur undir í áfengi, sko. Það ekki? Og hélstu að þú mundir að því að þú sást að pabbiðin var, kunni ekki alveg að reið ekki við það, eins og maður mundir segja, kunni ekki með vín að fara. Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig, eða? Ekki fyrir þú rakst á það, kannski? Ekki fyrir ég rakst á það, sko, en auðvitað innst inni kannski vissi maður það. Ég velti þessu fyrir mér, sko, að því að pabbi drakk. Já. Og það kvarla aldrei að mér og ég held ég að bara trúa því að hann drikki svona eins og hann var vegna þess að það var eitthvað að honum. Já. Og okkur eftir ég þá að vara með áfengi. Já. Það sama var ekki að mér, því að ég held ég hef ekki verið að hugsa að ég væri eins og hann eða eitthvað. Nei. En það kvarla ekki að mér að hann drakk eins og var Hvannarótabrennivinn og ég sá hann svo svolgra það í sig. Já. Ég gæti aldrei innbyrt Hvannarótabrennivinn, ekki einu sinni í verkfallin 84 þegar það var eiginlega ekkert áfengi búið. Það var of. Ég gat ekki drukkið það. Nei. Af því það einhvern veginn tengdist hvernig pabbi drakk. En eins og við vitum, sko, báðir, það var margt líkt með skildum, en síðan er hver og einn eins og hann er. Og ég hef aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún er svona eins og allt þeirra fólk. Þannig að kyn, sko. Maður er það sem maður er. Og ég held að það er, hafa skipt sköpum líka fyrir Guðsmyndin að Guðs aðspurður segir ég er það sem ég er. Og ef við erum sköpuð í Guðsmynd þá erum við það sem við erum. Og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem þeir eru ekki. Það er allt of mikið. Í staðan fyrir að kannski... Eða mætti orða þannig að við metum fólk út frá því sem það ætti að vera. Já. Frekar heldur þessum. Já, vertu almennilegur eins og. Já, það er alltaf... Vertu helst eins og ég bara. Já. Það er dálítið þannig. Eitthvað svona frummynd sem við höfum að reyna að gera kröfum að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og þess. Já. Og leyfa það að kynna sig. En fóru áfengi illa með þig? Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður, neitt slíkt, sko, en ég var ekki dánaður með það. En auðvitað var það gleðigjafi líka, sko, en Notar áfengi í dag? Nei. Og ég eiginlega skil ekki því að ég hafi notað það, sko, en því að ég fæ gleði af öðrum hlutum, sko, en þú veist að maður þarf stundum að reka sig svolítið harkalega á. Þú frekar ómerkilegu fyrirbrigði áfengi, sko. Já.
svíkur mann. En stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni, kannski svolítið svona beglað, getur maður sagt, þá virkar áfengi stundum eins og lyf næstu, að þú allt í einu strókast út skömmin og hnúturinn í maganum og hólan í brjóstinu og allt í einu það er svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðinsárin, pröfa það hvernig maður er að vera fullorðin, maður er svolítið frakkari og sumir hafa þá kjark til þess að reyna við konur og sumilegt áfengi góð hækja á þessum tíma. Svo bara snýst þetta við svolítið. Þá kemur það og rukkar sálina. Rukkar, sko. Það er svo bara einn illi. Og það er að geta átta sig á því bara að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásugum. Ég var að vinna með í síldinni, sko. Og bara gleði menn. Þeir hættu báðir að drekka og voru það enn glaðari. Þetta var svolítið leksía, sko. Það er... Já. En við má aðeins tala um Guð og Guðfræðina. Því að þú ert leitandi, þú ert trúaður á þess að vita hvað þú trúa þegar þú ferð inn í Guðfræðina. Stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt það, en það hljómar eins og einhver hafi sagt að það var margir farið í Guðfræðinni að leita Guði, en engi fundið hann. En margir tapanar. Kannast ekki við þessa hugsun, þetta sé síðasti staður til þess að leita Guði að fara í Guðfræði. Er það þannig að? Eða er það bara eitthvað svona gamanmála? Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í Guðfræðilinni og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla. Og ég naut þess mjög að læra þessi fræði. Og eins og ég nefndi, gamlir textar af alltaf höfða til mín og ég að vissuleyti þetta með að hafa lifað í 1000 ár þá er í mér einhver svona þráður sem birtist á ýmsa vegu, kannski á þess að ég hafi endilega gert mig grein fyrir því, en ég var stundum myndur á það þegar krakkarnir voru litlir og ég fór því í búð og hljómaði á eftir mér: pabbi, ekki kaupa neitt sem þér þykir gott. Ég hef verið svolítið með þannig smekk á öllu mögulegu. Og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það er margt höfða til mín í því öllu saman. Ég hef aldrei mikið verið skraut og ornament og ég hann spurði mig nú að því ágætur skólabróðir minn því ég byrjaði á spítalanum. Hann Einar Tór, skemmtilegur, hann sagði: Sigfinnur, hvernig á maður að þekkja þig? Verður í svarta kjólnu, hempunni. Og ég sagði, og ég held að hann sagði ekkert meira eftir, ég sagði: nei, Einar, ég ætla að mæta með geislabaun. Hann hefur nú svona fallið á hann, en það var eitt af það góða við að byrja að vinna á spítalanum að ég var ekki sendur ofan og utan, ég var ráðinn af spítalanum og átti þar frábær ár með góðu fólki og það sem ég vann með öllum stéttum, en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabið með fólki, sko. Og það voru ýmsir hræddir við þetta til að byrja með að það boðaði ógnum skelfingu að kæmi svona einhver svartur fugl og settist á gaflinn. En þannig að ég var það að reyna að ávinna mér traust sjúklingarna, sko. Og það ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfið á mig sem bandamann lífsins, sko. Sem ég reyndi að vera. Ég er aðeins að hugsa leitina, trúarleitina. Þú ert að ferðin í Guðfræðar sumuleitt út af því og ert svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og bara, það er ekki allan daginn eitthvað, hvar er Guð hér, mæti ég Guð í dag. Og einhver leiti þroskast
þín trú þar, en þú ert svona frekar á leiðinni frá svona virkri trú að fara að stúdera texta og þá allt í einu rekstu á svona sálusorg og tekur beygju. Og það var til mín. Af hverju? En mér langaði til þess að vera út á meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að... Var það litli kvíðni drengurinn sem að... Ég held það. Að þú vildir fara og ef þú rækist á hann að, kannski ekki að lækna hann, en vera honum eitthvað skjól. Sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi ykkur háða við 4 systkinin, yngstu og þessum hópi. Já, allsystkinin. Já, allsystkinin ég held að við fórum öll að vinna á spítala. 3 okkar inn á geðdeild. Ef maður bara horfir á þá hluti þannig. En svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni. Og það... Sem heitir, við nefndur hana... Bjarnheiður Guðmundsdóttir. Og við erum búin að vera saman í... búin að vera saman í 60 ár, sko. Og það... höfum svona, held ég, bara vaxið saman, ólík, en... Óaðskiljanlegur hluti af þér? Já, óaðskiljanlegur. Þú kannt ekki að hugsa sjálfa þig án samlífis við hana? Nei, einhvern veginn það nú þannig. Við höfum átt bara, eins og ég segi, vaxið saman og komum úr sig hvori áttinni þannig, hún svona líffræðingur og síðan örverufræðingur og vinnur vísindi og ég á allt öðrum enda, sko. En það hefur ekkert verið neinn fyrirstaða hvorki sköpunarsagan í Darwin, sko. Það er... Kynntist í Halldórsstaðaskógi sem svona... Já, ég var... Það sem Angan er engu lík. Angan var engu lík þar, en ég var í Slórinni á Eskifirði, sko, en fór úr Sveitabæ. Það að skógurinn kemur ekki við sögu í þessu. En við áttum yndislega stuði þar og skógræktar áhugi hennar var svona minn áhugi líka. Já, og þú lýstir því í upphafi einhvern veginn þannig að þú værir í skógrækt af því að hún hefði áhuga á því. Já. Eins og sá hluti af því að það verið þér eðlilegt að starfa í áhuga hins hlutafins. Já, það höfðaði til mín samt, sko, alltaf, og ég er mikill sveitamaður í mér. Svo sem alltaf, það voru alltaf, þegar ég var strákur, þá var pabbi með kindur, eins og margir í sjávarþorpunum. Og ég vandist þeim og ég var sjálfur með kindu þegar ég var sveitaprestur. Ekki í miklu mælinn, bara svona fyrir sálina. Og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna, þetta er sterk ítökum mér og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit, sko. Og það að búa í sveit og rækta tré, það er ekki hægt að hugsa sér neitt betur og skemmtilegra. Það er svolítið náttúruna og skóginn. Ég hef verið svona undanfærið að dunda mig við það að endursegja ljóð bara mér til sálarheilla. Er eitthvað bara að leita að einhverju. Og eitt af þess sem ég tekið eftir að hvað er rosalega sterkur þráður, svona verður til kannski, myndi ég segja, svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp á 1980 myndi ég halda. Það sem að inn í ljóð, sérstaklega okkar heimshluta, kemur stundum þetta bara sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það er boðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhvers staðar frá. Það er bundið í ljóðmælinu. Og langflestir sem eru þeim megin í skáldskapnum, sumir eru svona hleypa í gegnum sig tíðaranda og öllu þessu, en þeir sem eru svona eins og þeir séu að tala innan úr einhverju tjaldi sjamansins,
að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar. Það sem að eiginlega heilun þín sem mannesku að ganga út í skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og kyrrð trjánna og styrk þeirra og allt þið smáa í náttúrunni. Tæma hugan og tengjast þessu og öðlast einhver leyti einhverja hreinsun eða bata eða heilun. Þetta bara ótrúlega sterk. Sköpunartrúin mjög sterk. Núna? Já, og hún verið mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við hér heima, sko. Og prestur vill ekki segja ekkert svona já en við þessu. Nei, við verðum nú að líka muna eftir Jesú sem var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt kominn í mannfélagið og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptekinn af einhverju sem gæti verið og heldur trúin þegar við hittust og trúin á millum okkar. Ekki endilega það sem þú ert í einveru út í skógi. Nei. Mundi Jesú mögulega að segja. En öll reynsla, þegar maður horfir bara til þess að óbrotna alþýðu fólk sem slóst í för með Kristi, það mjög margar frásagnir í Nýja testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir. Og ef þú lest postulasöguna sem það svona við að tala fyrstu ár kristninnar, að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinni, segir Páll á einum stað og í móðin og býr líka í þér og svo að trúarreynsla eins verður kannski svona ákveðin hvatning til annara. Hann tók trú á allt hans heimafólk stendur vegna reynslu og reynslan getur vitja manns út í náttúrunni og hún getur vitja manns í erfiðum hlutum og ögurstundum. En leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að trúin sé á millum okkar? Hann eiginlega svona trú fyrir mannfélagið. Já, það að hún sé svona umbreytandi afl. Hann ekki beint að leggja til þess að þú búir í tunnu eitthvað staðar. Nei. Hún Þú verður að lifa og starfa. Lifa og starfa meðal manna og því ég myndist á Snorra Hjartarson og þú lest ljóðin hans. Ég veit ekki hvort að hann geti sagt beinlínis að hann mjög handgengi náttúrunni í sínu ljóðum. En myndirnar eru meira eða minna í mjög mörgum ljóðum bara biblíumyndir. Og það verið talað að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum við svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilagri ritningu. Og og varðandi þetta tungumál trúarinnar dálítið ljóðið Þú sér Jóhannesar Guðspjall sem mjög ljóðrænt og bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók það sem að gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu hans það eins og þessi safn af allum mögulegum reynslusum frásögnin bara mjög blátt áfram bæði upphafi og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá brostið á í ljóð og ég held að svo í Aría já, það eintal sálarinnar og maður ljóðið nær að mínu viti svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og þannig að fyrir mér ljóðið svolítið tungumál trúarinnar og í mörgum nútíma ljóðum og þá svo trú á náttúruna. Náttúruna, já.
Já. Og svona einhver hugmyndum að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt. Já. Ég veit ekki alveg hvað það sé kristni, sko. Nei, eins og segir, það margir sameiginlegir þættir sem að, og ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar, að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri, til dæmis þar sem ég var að vinna á spítala. Eldri gerðu svona því þeir vildu fá ritualið. Já, alvöru prest. En yngra fólk var oft í þörf fyrir að fá að tala, sko. Sem kannski er hjá þeim í skriftunum en ég man eftir kaþólskum ungum manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingur líka og hann var að missa konuna sína og stóð á 30 og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég 1, sko og þetta var spítalið þar sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar af fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var methodistar eða baptistar eða hvað það var. En allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði, sko. Og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars staðar frá og myndi hverfa aftur heim til sín, sko. Það var eins og trúnaðurinn yrði meiri. Herðu, þú tala svolítið samtalið af því að ég sitt og við allan daginn og erum að tala við fólk. Og hægt og bítandi hefur, ég veit ekki hvað það var í upphafi, en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig. Já. Og líka í samtalinu að þá gengur það ekki til lengdar. Þetta gætu við sittið og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram, en það eiginlega gengur ekki líka samtalið. Þannig að endanum þá verður svona opnara, það er svona möguleikar á hinu þessu sem það er. Er sérstakt gildi í samtali fólks? Það er mikið gildi að mínu viti. Og sögunni. Það segja sögur? Já, bara og að hlusta á sögur. Til dæmis ef þú leggst inn á sjúkrahús, þá held ég mjög lærdómsnýtt fyrir læknin að heyra söguðinni, sko. Og það leikja rækt við það. Og það gerir maður náttúrulega í samtalið fær fram hver manneskjan er. Það er ekki allir læknar sem að leggja áherslu á þetta? Nei, ég held að það hafi... Sem meira undanferði kannski? Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta er svona, kannski svolítið partur á góðri klíník að greina. Nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar, en það er ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúllari, ég veit hvað mér líður. Maður veit, ef það er einhver sem að veit eitthvað mína líðan, þá er það ég. Þó það sér kannski stundum kona mér sem veit meira. Og en það er að eiga þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli. En er það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu? Eða var það aldrei? Eða mér finnst eins og það sé... Reyndar einu sinni spurði ég að því ég er með flógaveiki og uppgötaði svona, ég var komin á orðið fullorinn, það er uppgötaðist. Og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu, hvað árið þetta hefur. Þetta nú er í heilanum á manni, þannig að maður er svona, þetta getur haft kannski einhver áhrif á persónuleikum minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum, þeir vildu bara gefa mér recept og lyf. Þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heilaskurlæknir
Og hún sagði, ég skurðlæknir, ég hef engan áhuga á sjúklingum. Ég vil fá þá helst sofandi, skera meinið og henda því. Clean cut. Já. Nei, ég held að... Það er kannski allar útgáfu til að þessu. Ég, þegar ég var í Bandaríkjunum, ég var þar í svona námi. Já. Einhvers konar námi? Já, í sálgæslu. Já. Eftir að hafa starfað í 10 ár, þá fekk ég námsleyfi og góðu tími. Og við fórum bæði í nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fæddist á meðan. Þá Og er bandarískur ríkisborgari? Hæ? Og er með bandarískt þjóðabréf? Já, það fæddur 84. En við, ég var bæði í, svona fræðilegu námi og síðan var ég svona verknámi. Og ég fylgdi til dæmis, skurðlækna og ég fylgdi einum skurðlækni í einhverja daga, sko. Og sagði leiðbeinendunum mínum, sem var mjög skemmtilegu maður, Marvin Stíni, hún var af sænskum ættum. Hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurðlækna og ég myndist á skurðlækna það vakti svolítið furðu mín að í Ameríku að hann fór með bænaður og þá sagði Malnistinn ekki myndi ég treyst honum og ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég yrði óöruggur, sko, ef ég myndi heyra lækninn minn fara með bæn. Þú veist að ég ekkert alltaf nógu góður í þessu, þú verður að hjálpa mér. Þannig að en þetta var nú svona öðruvísi samfélag. Guð gerðu hönd mín að styrka, hljóma kannski eins og sé óstyrk. Já, þess vegna, en svo veit maður aldrei hvað fer gegnum hugan innan með, menn svona undirbúa sig fyrir. Fyrst og reynst þurfa það nú kjark, held ég, sko, og færni og kunnáttu. Ég fylgdi gömlum heimilislækni og það var dálítið áhugavert því að hann ég fekk að vera þarna bara eins og skugginn, hann hlustaði svo vel á sögu fólks og vakti athygli mín að kom til hans kona sem að var flutt í annað fylki, sko, verið í Minnesota, hún var komin til Iowa og hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinilega og fekk tíma í honum og leið illa og hann svona fekk hann til þess að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáinn. Það hefði dáið þarna árið áður, sko, og umræðan fer út í það svona og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg og það hefði alveg fyrir fram hjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og þetta var svona, fannst mér lærdómsýtt og ég hugsaði það oft þegar ég var hér fyrir austan fjall í Presskap þar voru gömlu héraðslæknir sem þekktu alla, sko og mann sérstaklega eftir Konráð Sigurðssyni sem var heimilislæknir, maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu að hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að var að líta við og það var gott læknisverk með þess að hann átti að opna leið alltaf ég held að þetta kannski hefur týnsoldi í þessu öllu en að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala, sko og hlusta á það en ekki bara segja að það þér fyrir bestu að ég skeri meini bara í burtu hendi Ég flutti eins og til Danmerkur og þá skráði maður sín í landið og 4 dögum seinna þá hringdi í mig maður og kynnti sig sem heimilislækni og ég sagði, hvað? Því að ég kem frá Íslandi hafði ekki haft heimilislækni árum saman og þá sagði hann að það er bara að ef þú kemur í landið að þá er útlutað heimilislækni það verður að vera allir af heimilislækni og ertu ekki til í að koma til mín? Þá sagði ég, nei, það er ekkert að mér, sko. Þá sagði ég, það er ekki fyrir þig, það er bara fyrir mig, sko.
Þannig hann vildi hitta mig. Hittaði, já. Já. Og Svo var það bara, ég man eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. Það var nú bara eitthvað svona almennt spjallum hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona bara. Já. Hvað hugsaði maður þegar presturinn birtist á tröppunum? Maður óttast að það sé eitthvað slemt. Já, ég segi það. Ég hugsaði þetta oft þegar ég var þurfti að fara út og vitja fólks og ég sveitamaður og ég ekkert allt og kunnugur í Reykjavík sko. Og ég áttar maður að ég var fyrir saman vittlust. Ég var ekki á réttum stað. Og þá hugsaði ég alltaf hún sleppur sko. Ég meina, maður veit aldrei. Dauðinn. Já, bara þetta að þetta færist alltaf sklefun nærmanni sjálfum sko líka. En þegar ég byrjaði preskap fyrir austan 74, þá var ég nú einn í boði, þannig að það var ekkert mikið dýrðið þannig sko. En ég fór á alla bæi og kynnti mig. Og ég kom þannig neðst á skeiðunum eða eiginlega mörkum sveitamörkuna, þá var ungt fólk og bankaði upp á og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði, einhver dáinn? Ég sagði, nei, nú presskosning. Þetta var tvennt sem þetta. Ég var bara að koma til þess að kynna mig. Og þess vegna þótti mér svo gott að hafa komið margoft á staði bara, og ég hafði fengið það í staðin fyrir að fara inn hátíðar inngangi sem það var nú fyrst og ég leiddur í stofu, þá var ég orðin það kunnugur í gekkinn sem megin og hundarnir sko, í þvottahúsinu, þar sem stígvélin lá, það sem var inngangur sem var notað bara dagsdaglega. Og svo inn í eldhús. Já, svo inn í eldhús, að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðu verindagarðum að hafa komið. Af því að þetta snýst nú það að vera bæði hluttakandi gleð og sorg sko. En maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki. Þú talað við fólk sem liggur banaleguna og að deyja. Já. Meira heldur en flestir. Hvað sumir eru óttast, sumir eru óttafullir. Já. Sumir finna frið allavega stundum á leiðinni. Já. Stundur sagt sko að ég kannski, það kom mér óvart einhvern tímann að ég var viðstaddur þegar manneskja að kona fullorðin skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á að hann hefði aldrei verið viðstaddur dánarstundina. Læknir. Á spítala þá kemur læknin, hann veit að hverju stefnir og það eru þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkrunarfræðingur og síðan læknin kallað til þess að staðfesta andláti. Það, ég meina, og í þessu tilviki hafði hann ekki verið og sagði raun að við mig, nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin. Það var bara, þetta oft mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstatt dánarbið. Þá gerir hann ráð fyrir því að það hafi verið sál sem að fór. Já, ég segi það var, þá orðaði hann það svona, en menn fóru nú leið raunvistan og viktuðu fólk fyrir og eftir döða sko og voru komist á rauninu hvað sjálfun var þung sko. Ég segi svona, já, en það var, þetta oft svona ákveðin lífsandinn. Já, lífsandinn, þetta oft ákveðin trúarreynsla hjá fólki að vera viðstatt sko. Það kemur andvarp stundum. Andvarp, já, síðasta. Og það sem að hljómar eins og lífsandinn sé að fara. Já, en kannski fyrst og síðast þá kannski horfum við yfir þetta þessi ár sem var á spítal og var viðstaddur, fólk bað mig að vera með sér og ég var, að þá sá ég miklu mun oftar friðsalan dauða heldur en mikil átök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það
Og ég held að En átökin geta verið skelfileg. þau geta verið skelfileg og erfið og auðvitað engin trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig. Og og eitt af því kannski að náttúrulega að geta opnað þetta umræður hjá fólki sem vilja ræða það sko og oft nú kannski kvíðin meira gagnvart því að yfirgefa fólki sér heldur Hvað tekur við? Og aldur, ég sé friðsaðan döðu hjá ungu fólki og mjög mikla angist hjá eldra fólki sko það En það að kvíðin að fara Já. Getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til? Jú. Þú sért kannski ekki að fara neitt. Nei. Það sé samt ókvikjandi hugmyndum að vera ekki til. Já. Ég hef fundið alveg fullkomin frið og sátt við fólki sem segist ekki trúa neinu sko. Já. Ég hef líka fundið angist á þeim sem eru trúaði sko. Og ég held að það var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem var aðdragandi. Og nú heyrir maður kannski meira að fólk segi ég vildi fara í svefni, sársaukarlaust sko, skyndilega en það var svona, hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti, ráðstafað sínu húsi, einhvern veginn unnið að sátt við Guð og menn og fólk ofta að gera það? Já. Kalla til eitthvað sem það hafi ekki talað við í 40 ár? Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðu þar sem að hluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæ einhverjum það ráðið en ég myndi vilja fá aðdraganda fyrir mig. Og bara líka þegar maður að horfa til þess að fá að deyja. Já, og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sínu með svona fyrirfram söknuð sko. Býtu ég útskýra þetta? Já, bara ef það er aðdragandi og það er ljóst einhverju stefnur og það er ekkert einhvern veginn að ná einhverju sátt það. Fólk segir stundum sko, einhver segir ég veit að ég mun ekki koma aftur, ég er deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski þú ert ekkert að vera að deyja. En það er verið að biðja kannski umræðum það og maður geta tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal. Og segja, jú, víst er ég að deyja? Já, bara finnst þér þetta óþægilegt ef að ræða það fyrir þá fólk hefur þörf fyrir það kannski og það er kannski hugsunin líka hjá þeim sem er að búa fólki sitt undir það. Og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund. Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur. Já. Að ég var ekki hérna. Og ég sagði svona frá því og svona. Þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur. Já. Og ég fann hvernig sko hugurinn, ég hafði ekki stjórn á hugan. Og þá hugsaði ég, já, auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að deyja, heldur verður að eitthvað sem að ég er orðin. Þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með einhverju. Því að það má vel vera að ég verð orðin svo veikur að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórnað huga mínum og mætt áföllum og metið óreiðu og alls konar. En það má bara vel vera að ég verði bara ekkert í því standi. Ég verði svo veikur. Þannig að það er líka... Þannig að það er ekki... En kannski er það þetta sem að mörgum reynist erfitt, það er að láta laust. Að sleppa. Sleppa. Já, að hætta baráttunni.
Já, bara að einhvern veginn að gefa eftir. Ég sá það líka gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi. En þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst. Þá það líka það ekki stundum þannig að það sé eins og að einmitt þegar fólk sleppi, það eitthvað sem gerist þá kemur dauðinn. Það eins og eitthvað hafi bægt honum frá. Einmitt. Sumir sjá dauðan fyrir. Ég sagði frá því þegar ég var á spítalanum að þá dó herbyggisfélagi minn. Þegar ég kom inn í herbyrgi þá bara mjög stöstu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann að þú ert muntu útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast, sagði hann. Svo dó hann 3 dögum seinna. Og það var eins og hann hafi séð fyrir. Kannastu við það? Já. Þetta hefur verið skoðað heilmikið hvort sakfræðingur sem var nú uppálega náttúrufræðingur Philippe Arié, franskur, sem hefur skrifaði marga bækur um dauðan og viðhorf til dauðans sögulega og margt af því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kaþólska kirkjan notaði myndir, fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta dauðan. En hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin dauðan. Það dauðastundin heitir það var bók sem hann gerði. Og ég eitt alveg sérstaklega eftir mig, það var maður sem var ákaflega mikill stofu sómi, það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörunni sko. Og hann var mjög veikur, allar bara svona glaðastur, en hann sagði að hann myndi deyja tiltekið dag og það komið til hans einhvern veginn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og þetta sagði hann mér og svo rann upp þessi dagur, það var nákvæm dagsetning sko og hann sýndi engin merki þess fyrir 10 mínútur fyrir minnætti þá skildi hann við. Og það var það hafði mikil áhrif. En ég veit ekki hvort þetta er svona nákvæmt á öllum, en margir svona hafa allavega teygt sig lengra en hafa náð til þegar þeir eru að bíða eftir einhverju sem þarf að koma. Ég þekki það af eigin raun. Ég var út í Ameríku þegar pabbi veiktist. Og hann bróðir minn hringdi og hann sagði þú, ef þú vilt ná honum sko þá þarf það að leggjast það og ég var þannig í Minnesota og það var ekki hægt að fljúga, ég var að fara til New York og ég var 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hann var meðvitund þá sagði hann við bróðir minn, ég ekki vissum ég nenni að bíða eftir hann en ég náði klukkutíma. Þannig hann sleppti eins og þú var að ráðan þegar að þú varst komin. Það var eiginlega síðasta sem að það var það síðast sem að þetta gera, held ég. Það var í fréttum í vikunni. Hún heitir Marianne Satrapi sem að skrifaði, eða teiknaði sögur, Persepolis, sem að var sem gerðar að myndir og ég veit hvað, hún er fædd 69, þannig að hún er ekki orðin 60. Nei. Það var tilkynning frá fjölskyldunnar að hún hefði dáið úr harmi. Því að maður hennar dó fyrir árið síðan á svipuðum aldri eða aðeins yngri.
og þetta var bara sagt frá þessu í fréttum. Já. Hvað getur þetta gerst? Það er maður lesið og... Lesið? Já, en ég hef ekki orðið vitnaði, sko. Að fólk deyjur harmi? Ekki svo ég viti, sko, en ég hef lesið það og hjartalækna þekkja það. Það er heartbroken, sko. Og það er til sérstakur sjúkdómur? Já. Og og náttúrulega álag og streita hefur, og sorgin er mikill streituvaldur. Já. Og þannig að það getur allt gerst. Og þessi hugmynd er til að eitthvað deyjur harmi, er mjög sterk. Mjög sterk. En mér finnst þetta skrítið að sjá þetta í fréttum að því að þetta er ekki alveg svona vana, þetta er ekki viðurkennt. Nei. En þetta er til og það er ekki langt sem ég las það. Herðu, sérstaklega. En ef að þú færð góðan dauðdaga, eins og þú nefndir á það, með aðdraganda og verða að ræða við ástvini þína, og svo deyrðu, hvað verður þig? Ég veit það ekki, en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér. Og hver tekur á móti þér? Það er nærtækast að segja að Kristur tekur á móti mér. Því fylgir lífmist annað, sko. Ég hef trú á því að það býði mín eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart. Já. Ekki pappa og mamma? Nú sé ég, líka það. Nú sé ég svo sem í skugg sjá sig í postinu, en síðar mun ég sjá augliti til auglitis. En eins og ég segi, ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko. En mín trú er bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér muni lifi. Þannig að dauðin er umbreyting? Umbreyting, já. Svolítið svona áfallani að eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðan heldur við erum núna. Ég held allavega að það er gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í heiminin upp í lítam á. Guðs míns ástarbyrtu bjarta bæði fæði reyn og sjá, hryggðar myrkrið sorgar svarta sálu minni hverfur þá. Það er svona mín... Þú segist trúa, það taka eitthvað við. Já. Hvað veistu það? Nei, ég veit það ekki. Hvað trúir í mikið? Þetta er 50-50? Nei, það er alveg bara... einhver uppgerð afstæða hjá mér, en það er eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeildarhengsins og eins gerir trúin. Raunar er sumstaðar notuð sömu orðin trún á vonina í ritningunni, sko. Að opnast eitthvað. Það sem að ég... Vonin er náttúrulega svona sumuleyti lífið. Já. Maður án vonar er eiginlega líflaus. Já. Vonin er náttúrulega vonin að birtast til dæmis að tala sko aðdraganda dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja, það nær oft lengra, sko. Því að vonin er lífsviljinni líka, sko. Og ég held að stundum, sko, ég finn mig vel í orðum Jóhannes úr Kötlum, sko. Allavega ef ég horfi til þess núna þegar hann segir, og er þá að vitna í Hallgrím, og þegar dauðinn kemur þá segi ég ekki komdu sæll þá þú vilt, heldur getur ekki komið aðeins seinna. Og ég held að það sé til margs svona heilbrigði. En svo kemur að því að maður verður sattur lífdaga, hugsa ég. Verður hvíldinni fegin eins og sattur? Hvíldinni fegin. Hérna, afsakið þess að tala svona mikið dauðan við þig að... Já, hann getur verið... Ég nefndi áðan að þú hefur bara verið
á dánarbeði meir en aðri menn, þannig að Ég náttúrulega var í meira en 30 ára að vinna á spítalanum og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók að með meiri vinnu heldur en ég hefði viljað kannski, ég myndi ekki vilja endurtaka það sko en mér fannst það vera rauðsynlegt og síðan gátum við haft það þannig að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttinu allavega og ég hugsa að verið allavega það var næstu hátt í 100% sko sem við vorum kölluð til við dauðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynslan var svo að fólk leitaði eftir því sko. Já. Þannig að ég var býsna oft viðstaddur við dánarbeð, oft var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgæslu, þá var ég kannski þegar var nokkuð ljóst að hverju stemdi, þá var ég oft með fólki í aðstandandi herbygginu og meðan var verið að svona að reyna til eins ítrast og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langveikt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfylgd tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var þetta eru mörg tilvik sko. Það er mjög hvernig aðstættu taka döðanum. Já. Sumir vilja einhvern veginn banda þessu frá sér sem svona kannski eðlilega viðbrögð. Stundum finnst manni að kannski það er náttúrulega algengast að fólk séu á dánarbeði foreldra sinna. Já. Það finnst mér stundum eins og þegar að foreldri deyr að þá deyrir það oft frá barninu í manni. Já, einmitt. Já. Eða í viðkomandi. Já. Það sé ekki ég er ekki að missa móður mína sem var háaldruð. Heldur er ég að missa móður mína frá því ég var lítill drengur. Já. Það er svona svo skrítið hvernig það verður svona eitthvað tímaleysis upplifun. Það voru eins, sko, ég held að það sem að dauðinn kemur sem líkn og eina færa leiðin, sko, og það er, fólk er búið að lifa langæfi og er sátt og það mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóðir sko að koma að það er ekki bara barni sem er að missa foreldri heldur afi og ammu og allavega og það er bara þessi ég held að sé einhver svona nauðsynlegt skref í þroska ungrar mannestu til dæmis að fá að vera með í því. Við höfum ekki að verja börnum fyrir. Nei. Og það er, þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera. Og og lítil börn til dæmis þau sem að eru tengd, þau kannski eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þessi sársauki sorgarinnar færist yfir því hann er bara svo heilbrigður. Hann er ekki, það er ekkert það er ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko. Hún er bara viðbrögð heilbrigða manneskju við því að missa það sem maður vill ekki missa. Það er ekki eitthvað sem maður sker í burt og henda eða taka lífið? Nei, það er bara eitthvað sem maður og ég held að hér áður fyrir þá var það ekkert óalgengt að fólk væri sendið í burt. Ég var ofta hitta fólk sem og það var reynsla sem bjó með því. En ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem var dýrmætt bara helgidómur sko. Herðu Sigfinnur, ég ætla að þakka fyrir að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfu þér og spjalla þennan heim og annan.
Þakka fyrir það, það er gott að vera nálægðir og hérna Mjög gott að fá því. við höfum horfst hér í augu yfir borðið og Mjög gott þakka að fyrir eiga samtalið. spjallið þig eins og margir hafa reynslu af. Takk. Það fer það orðaður, það er gott að... Takk fyrir mig. Það er kæra þakkir. Já. En þetta eru lokin í Rauðaborðinu þessa helgina. Hérna framöndan er úrval vikunnar og svo ýmiss konar dagskrá. Synir Egils er komin í svona tímabundið leyfi af illa viðráðanlegum ástæðum. En svo verður Rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8. Ég segi bara njótið helgarinnar sem er framöndan.